Fyrir hönd ISI, UMFI, IBR og KSI þá býð ég ykkur velkomin til þessa málþings sem að fjalla veðmál, íþróttir og samfélagið og þar varpað fram þeirri spurningu hvert stefnum við. Það má kannski spyrja líka hvar stöndum við núna, það áhugaverð spurning líka og því miður þá stöndum við nú ekki á góðum stað vegna þess að við erum með stóran hluta af þessum markaði. Án eftirlits, við erum með 6 fyrirtæki sem hafa heimild til að reka happdrættistarfsemi á Íslandi en síðan erum við með ótal marga aðila sem eru á netinu og hafa ekki heimild til að stunda þá starfsemi sem þeir gera og við höfum ekki fengið viðbrögð frá stjórnvöldum í samræmi við okkar væntingar að sinna sínu hlutverki og stöðva ólöglega starfsemi. En svona þetta og það vilda vestrið sem ræður yfir meirihlutanum að þeirri starfsemi sem varðar veðmála starfsemi á netinu og það má segja að þessi 6 fyrirtæki sem eru með heimild til þess að reka sína starfsemi að þau eru undir ströngu eftirliti íslenskra aðila og eru andað ofan í hálsmálið á þeim en hinir sem eru með ólöglega starfsemi að þeir eru bara svo vilt af vestri, þeir gera bara sem þeir vilja og það ekki nokkurt eftirlit og það auðvitað mjög skrítin staða. En ég vil allavega benda á það að sú staða uppi að þessi ólöglega starfsemi, hvort sem hún hér eða annars staðar í heiminum, að hún hefur mjög mikil áhrif inn í íþróttahreyfinguna. Vegna þess að það bara þannig að spilafíknin náttúrulega þekkt vandamál, en síðan eru við líka með þessa hagræðingu úrslita sem leiðir að hluta til af þessum spila veðmála starfsemi og síðan erum við náttúrulega með þessi heilindi eða trúverðugleikann fyrir íþróttahreyfinguna. Það náttúrulega alveg ljóst að það hefur engin áhuga á því að fylgjast með íþróttakappleikjum ef að menn hafa þá tilfinninguna að það sé búið að hagræða öllum úrslitum. Þannig að þetta bara gríðarlega mikið mál fyrir framtíð íþrótta í heiminum að menn nái tökum á þessu. Og ég segi bara, ég býð spenntur að heyra í þeim fjölmörgu sem ætla að taka til málsinn í dag og ég bið bara Kristjánu að koma og taka við. Svo vel. Komið sæl, ég nú að spá í steinun hvort að við þurfum ekki eitthvað að kíkja á glærumálin. Já, eins og sjá dagskráin þétt, þannig að við ætlum að reyna að halda vel á
á spöðunum hvað var að tímamörk og vonandi gefst okkur bara tími í lokin til þess að eiga smá samtal og kannski spjalla aðeins meira þetta. Nú ef að tími hleypur alveg frá okkur þá þurfum við kannski bara að endurtaka leikinn en við ætlum þá bara að vinda okkur í þetta og fyrstur hann Daníel Þór Ólafsson, prófessor við Háskóla Íslands. Hann ætlar að koma og ræða við okkur veðmálavæðingu íþrótta, aðeins smá krydd í tilveruna eða hvað. Það eru fornilegt að sjá. Daníel, gjörðu svo vel. Já, sælverði og bara mig langar til að byrja því að þakka fyrir að vera boðið á þetta áhugaverða þing og þetta afskaplega mikilvæga viðfangsefni sem að veðmálavæðing íþrótta í rauninni Og hvað meina ég, kannski fyrst aðeins að velta fyrir sig, hvað meina ég með því að íþróttir hafa verið veðmálavæddar? Það vísa til þess að atburðir í hversdeginum og leikir sem við höfum hafa í rauninni verið teknir yfir af veðmálamarkaðnum. Og bara til að gefa ykkur dæmi, ef við hugsum lottó eða spilakassa eða skafmiða eða flokkahappdrætti, þá getur við verið saman það að þetta allt leikir sem eru hannaðir til þess að vera peningsspil. Þeir eru þannig. Það á ekki við kosningar. Það á ekki við söngvakeppnir. Það á ekki við tölvuleiki. Það á ekki við síðustu orð Boga Ágústssonar sem fréttaþul. Og það á ekki við íþróttir. Íþróttir voru ekki hannaðar til að vera veðmálaleikur. Íþróttir snúast reyndar ekki það. En það hefur breyst. Sérstaklega á síðustu 15-20 árum. Orðræðan sem við sjáum íþróttaveðmál í hlaðvörpum hjá áhrifavöldum eru öll á þannan veg að veðmál eru eðlilegur hlut af leiknum. Að það sé eðlilegt að leggja smávegis undir, styðja sitt lið, græða aðeins, smá krydd í tilveruna. Það talar hins vegar enginn, þegar maður hlustar á þessi podcast, þegar maður hlustar eða horfir á auglýsingar, það talar enginn hver að tapa peningum. Aðeins það, hvernig hægt að vinna þá. Að maður þurfi bara að vera svona útsjónasamur, sína smá snilli, við þekkja sitt lið, vita líkurnar, og þá getur maður búið til pening. Staðreyndin sú að milljarðahagnaður alþjóðlegra veðmálafyrirtækja milljarðatap spilara. Þannig verður náttúrulega hagnaðurinn til. Og við sjáum það hefur verið gríðarlegur vöxtur í íþróttaveðmálum undanfarin 25 ár. Þau eru sú tegund veðmála í dag sem flestir spila á netinu. Ekki spilavíti, ekki spilakassar, íþróttaveðmál. Og þegar við erum að hugsa íþróttaveðmál, það er ein íþrótt þar sem mest veðjað á. Fótbolti. Fótbolti svo íþrótt sem mest veðjað á. Og þið sjáu þessar tölur, ég hef séð aðra tölur, við erum að tala 58 milljarðar dollara fyrir löglega markaðinn, 2012 og hann kom í 84 milljarðar 2023. Það er gert ráð fyrir að vöxturinn á þessu markaði verðum 10-11% á ári næst fram til 2030. Þannig það er gríðarlegur áhugi viðskipta fólks á því að selja íþróttir sem veðmál. Það hefur afleiðingar. Og mér langar aðeins að fara í gegnum rannsóknir sem ég hef verið að gera í 20 ár, síðan 2003, 2004, og ég ætla aðeins að tala þetta. Hversu margir eiga við spilavandastríða á Íslandi? Hverjir eru þetta sem eiga helst við spilavandastríða? Hvaða peningaspil eru menn helst að ánetjast? Hverjir spila þau peningaspil?
Hvaðan kemur hagnað veðmálafyrirtækja? Mér langar líka aðeins að ræða það. Því að þegar við erum að tala milljarða hagnað og þegar við erum að tala að milljónir spili, þegar við erum að hlusta á tölur frá viðskiptaráði sem kom með skýrslu þar sem þau sögðu að á Íslandi þá væri meðal Íslandingur neið 80.000 krónum í veðmál á ári. Þetta segir ekkert til hvernig skiptingin hverjir eyða mestu. Það þannig að það örlítið brot af þeim sem nota markaðinn sem að borga hagnað fyrirtækjana. Ég ætla aðeins að sýna ykkur nokkuð dæmi það. Nú, þessar rannsóknir sem ég hef gert, þetta eru kannanir sem ég hef gert frá árunum 2005 til 2023, það var síðasta kannin. Þetta alltaf gert með sama hætti. Þetta eru tilvílina úrtök úr þjóðskrá, aldurinn svona frá 18 til 70 ára, var til 75 ára í síðustu, spurt alltaf í síma og þið sjáuð hérna bara svona tabla sem gefur svona smá yfirlit yfir þetta. Hvað eru margir sem voru í úrtökunum, hverju sinni, hvað var svarhlutfallið og þið sjáuð þessa döpulegu tilveru vístamannsins að það eru færri sem að vilja svara í símanorðið, en þetta ekki hægt lengur. Meðalaldurinn fertugt og hlutfall karla þetta, þið sjáu það að karlar eru síður líklega til að svara heldur en konur. Þannig að allar niðurstöður hef ég vigtað fyrir kyn, fyrir aldur og fyrir búsetu. Af því að ungir karlar eru þeir sem verst að ná í. Og við höfum mikið fyrir því að reyna að ná í þá í svona rannsóknum. Nú, hér eru þá tölur algengi spilavanda. Við sjáum það hérna, græna talan þá heildartalan og þið sjáum það hefur orðið örlítil aukning í algengi spilavanda frá árunum 2005 og 2007, þar sem þetta var 1,6% þjóðarinnar og svo hækkaði þetta hérna á hrunárunum, eins og maður hefur kallað þetta, og hefur haldið sér nokkuð með. 2,3% þjóðarinnar hef ég verið að meta eigi við spilavandastrið. Og þið sjáum það hefur frekar kallar en konur. Það alltaf þar að tölur þegar við horfum á. Aukningin sem við sáum hérna yfir hrunárin, hún lá hjá köllum, ekki hjá konur. Fáar konur, margir kallar. Og okkur reiknaðist til að svona sirka milli 4 til 7.000 Íslendinga aldrinum 18 til 70 ára stríddu við spilavanda árið 2023. Bakur hvern einstakling getur við reiknað með að sé svona 6 til 10 manns sem líða vegna þeirra fíknar sem viðkomandi haldið. Okay. Við getum líka að skoða þetta eftir aldri. Og þá sjáum við líka allt aðra tölur. Minn aldur ekki í neinum sérstökum vanda. Innan við 1%. Elstu hóparnir hérna frá 40 til 70 ára, þar eru tölurnar mjög lágar. Það yngsti hópurinn og við sáum stökki hérna 2011 á hrunárunum hjá yngsta hópnum og svo hefur hann svona nokkurn veginn haldið sér. 7% þeirra sem eru á aldrinum 18 7% þeirra sem eru á aldrinum 18-25 áttu við spilavandastríða árið 2023. Og þá veltum maður fyrir sér, en skiptir máli hvað fólk að spila? Skiptir máli hvað fólk eigi miða í flokkahattrætti, kaupir sér lottómiða, spilar í getraunum, spilar á netinu, að veðja á eigin árangur og svo framvegis. Og niðurstöður rannsókna eru allar nokkurn veginn á sömu lund. Að það ákveðin einkenni peningaspila sem virðast vera meira ánetjandi en önnur. Fyrsta lagi að það sé mikill spilahraði, það líður stuttu tími frá því maður leggur undir þangað til maður veit niðurstöðuna. Spilakassar eru oft svona mjög dæmigert spil að þessu leyti. Tíð endurgjöf í formi vinninga. Þú ert ofta að upplifa það og sért að fá vinning. Hann getur oft verið lágur, stundum hann lægri en svo upphæð sem þú lagðir undir, en þú upplifir það að það kom vinningur. Styrkir þá hegðun sem kom á undan að halda áfram að spila. Og síðan þetta hér. Upplifir stjórn að spilarinn hafi þá tilfinningu, hann viti hvað hann að gera. Hann stýr einhverju. Stopptakkar á spilakössum svona dæmigert, þetta náttúrulega blekking. Það að hafa þekkingu á liðum, vita hverjir eru í formi, hverjir eru veikir, hverjir eiga eiginkonu sem brjáluð út í það því að þeir voru á fyllir í síðustu helgi og svo framvegis.
öll þessi þekking sem menn að ímynda sig að þeir hafi á þeim liðum sem þeir að veðja á og svo færi í póker. Allt virðist þetta skipta máli varðandi það hvort að við sjáum meiri ánetjun. Og við höfum skoðað þetta. Ég ætlast ekki til að þið skilji hvað hérna stendur, en þetta við höfum skoðað þetta öll árin. 2005, 7, 11, 17, 23. Við höfum leiðréttir í kyn, aldur, menntun og hjúskaparstöðu. Það segir það. Niðurstöðurnar eru óháða því hvort þú sér karllega, kona, ungur eða gamall, hvort menntunin eða hvort þú búir einn að búir með einhver. Og höfum skoðað hér áhættuhlutfall og það eru 2 tegundir spila á Íslandi sem alltaf poppa upp að spá fyrir og spila á. Spilakassar og erlendar vefsíður. Og þessar tölur hérna eru raunin áhættuhlutfall. Þessi tala hér frá 2023 segir að af því fólki sem spila peningaspil yfirleitt, að ef það að spila erlendu vefsíðum, er 22 tvisvar sinnum meiri líkur á að það flokkist með spilavanda en ef það spilar ekki á erlendu vefsíðum. Okay. Og þá getur maður eftir því sér, hverjir eru að spila erlendum vefsíðum? Eltum nú hópinn. Byrjum á því að skoða breytingarna frá 2005 til 2023 og við sjáum það að það er stigvöxun hér. Fyrir allan hópinn frá því að þetta sé 0,5% í að þetta sé tæplega 7% Íslendinga sem er að veðja erlendu vefsíðum. Svo skoðum þetta í kyni, þá sjáum konur hættum að hafa ágjör á konum. Við þurfum yfirleitt ekki að hafa ágjör á konum. Í þessu samhengi þurfum við ekki að hafa ágjör á konum. Það eru karlar. Og því sjáum hversu línan er nokkuð brött. Við erum komin í 12,4% karla sem að spila á erlendu vefsíðum. Skoðum þá sérstaklega. Að við höfum áhuga á körlunum. Þá erum við komin í veðmál karla á erlendu vefsíðum. Skiptum því eftir aldri. Hverjir er að spila á erlendu vefsíðum? Er minnaldra að spila á erlendu vefsíðum? Nei. Nánast ekki nei. Er 41 til 55 ára að spila? Mjög lítið. Þetta eru unga fólkið. Þetta er aðalega þessi hóp hér. 18 til 25 ára. Og því sjáum hvernig línu er. Við erum að tala um það. Tæplega þriðjungur, ungra karla aldrei 18 til 25 ára, hafði veðjað á erlendum vefsíðum árið 2023. Okay. Hvað eru þeir að spila á þessum erlendu vefsíðum? Er það næsta spurning. Við getum splitta þessu. Við höfum tölur frá 2007. Það eru spilakassar, spilavíti, póker og íþróttaveðmál. Spilakassar og spilavíti. Í rauninni fylgir sama ferli. Lítil hækkun og svo verður töluverð breyting frá 2017 til 2023. 10% hefur verið að spila eða ekki. Póker náði svona hámarki 2011 og svo hefur dregið svona nokkurn veginn úr pókeráhuga landsmanna. Það eru íþróttaveðmál. Vinsælasta tegund peningaspila á erlendum vefsíðum hjá ungum Íslendingum eru íþróttaveðmál. Það er nefnilega það. Ég skil, fyrirgefið þið sem sittið heima. Ég er bara með einhvern njálgi. Þetta er svo spennandi það sem er hérna upp á síðan. Ok. Hvaðan kom peningarnir? Hvernig verður hagnaður til hjá þessum erlendu veðmálafyrirtækjum? Menn hafa skoðað þetta erlendis mjög mikið og niðurstaðan þetta. Svona bilinu 15 til 50% af tekjum af peningaspilum koma frá þeir sem eiga við spilavanda að stríða. Það skiptist eftir tegundum, breytilegt eftir tegundum. Mun lægra fyrir hattrætti, svo talnahattrætti, lottó, spila og skafmiðar, mun hærra á spilakössum, spilavítum og íþróttaveðmálum á netinu. Ný rannsókn frá Connecticut í Bandaríkjunum sýndi að helmingurinn af tekjum vegna íþróttaveðmála mátti rekja til þessa hóps
tæplega 2% hóps sem spila mest. Helmingur af tekjunum koma frá tæplega 2% spilara. Bresk rannsókn sýnir nákvæmlega það sama. Þar voru verið að fylgja eftir fólki sem reglulega að leggja undir á íþróttir og spilavandi var mun algengari og mestur á munin fyrir spilavíti. Það þau eyddu mest í spilavíti. Þannig að þessi litli hópur sem átti við spilavanda að stríða var yfirlega að leggja undir í íþróttum, hann eyddi lang mestu. Þannig að hagnaður má rekja til lítils hóps. Þannig að það þess virði að reyna að gera eitthvað í því. Svo langar mig aðeins til þess að vera með fáeina glærur rannsókn sem við gerðum ég og Hafrún Kristjánsdóttir, Háskóla Reykjavíkur, svona dásalegt samstarf 2 háskóla. Við fengum að vera með og við erum með 2 meistaranema þar sem við vorum að velta fyrir okkur hagræðingu úrslita eða atburða hjá íslensku íþróttafólki. Og við gerðum þessar rannsóknir bæði hjá fótboltamönnum og við gerðum þetta líka hjá körfuboltamönnum og handboltamönnum. Það voru eftirtektar verðastar þessar sem gerðar voru fyrir íslenska knattspyrnumenn. Ná mér í hvernig ég með tíma? Já, það ætla ég að vera mjög fljótur. Sem sagt, allir leikmenn íslenskra félagsliða voru þáttakendur og við gerðum þetta í samstarfi við KSÍ. Við fengum 725 leikmenn sem tóku þátt og svöruðu spurningahönninni. Meðalaldur var 23 ár, þannig eins og vænta getur, þetta voru ungt fólk, 33% af þýði. Þegar við skoðum þetta í kyni þá sáum við það að konur, íslenskar fótboltakonur voru mjög lítið að veðja á úrslit fótboltaleikja. En hins vegar, karlarnir, eða strákarnir, hvað maður á að kalla á, helmingurinn af þeim voru að veðja á voru að veðja á íþróttir eða fótbolta á erlendum vefsíðum. Það var langvinsælasta peningaspilið hjá þessum hópi. 22% gerðu það vikulega oftar. Við höfum aldrei séð svona tölur áður. Við vildum velta fyrir okkur hagræðingu, eða hættunni á hagræðingu. Þannig að við vorum með 2 leiðir til að afla upplýsinga það. Það er að segja, við spurðum veðmál á eigin deild og við spurðum hvort fólk hefði veðjað á úrslit sína eigin leikja. Þannig að við gerðum það tvennt. Veist þú hvort aðri leikmenn séu að gera þessa hluti? Þannig að við erum að spyrja það í 3. persónu. Og svo spurðum við þá sem voru á annað borð að veðja hvort þeir væru að veðja á leiki í eigin deild eða á sína eigin leiki. Niðurstaðan, þegar við skoðum vitneskjum veðmál, þá sjáum við það helmingurinn af þeim sem spurður voru, af þessum 520 sem svöruðu þessu, vissu til þess að leikmenn væri að veðja á leiki í eigin deild og 50 að vissu að leikmenn væri að veðja á úrslit eigin leikja. Þegar kemur að atburðum, tölurnar aðeins lægri, 37% vissu að leikmenn voru að veðja á atburði og 13% að þeir væri að veðja á atburði í eigin leikjum. Svo spurðum við þá sem voru að stunda þessi veðmál og annað borð. 60% af þeim sem voru annað borð að veðja á úrslit knattspyrnuleikja á erlendum vefsíðum höfðu veðjað á leiki í eigin deild. 21% höfðu veðjað á eigin leiki. Þegar kemur að atburðum, helmingur hafði veðjað á atburði í eigin deild og 16% höfðu veðjað á atburði í eigin leikjum. Auðvitað eru þetta hærri prósentutölunar háar að því að við erum að skoða lítinn hóp. Almennt séð var þetta 7% leikmanna sem höfðu veðjað á úrslit eigin leikja og 3% leikmanna sem höfðu veðjað á atburði þegar við tókum allan hópin. Svona niðurlag. Við höfum lög sem segja að starfsemi happdrætta starfsemi happdrætta sem segja það að rekstur erlendra vefsíðna á Íslandi er ólöglegur. Menn deila mjög hvernig á þá bregðast við. Og það er mikill ágreiningur sem ríkir þetta. Við sjáum annars vegar, og þetta eru 2 leiðir, framfylgja núgildandi lögum,
takmarka aðgengi almennings að erlendu veðmálssíðum með því að banna viðskipti fjármálastofnana við þessi fyrirtæki og setja í tölu bann hins vegar. Eða opna markaðinn, hleypa erlendu fyrirtækjum inn og skattleggja það. Viðskiptaráð til dæmis leggur það til. Það er alveg sama hvor leiðin verður farin. Það sem ég vil menna. Hvor leiðin sem verður farin, þá verða mann að taka einhverja ákvörðun. Menn get ekki bara setið með ástandi eins og það er dag, það sem ekkert er gert, það sem rekstur þessar fyrirtækja eru fyrir opnum tjöldum, það sem er engin hefting og við höfum alveg séð það sem eru mjög margir að spila og margir eiga við vanda að stríða. Hvor leiðin sem er farin, verðum við að gera þetta. Það verður að setja fókus á lýðheilsu. Og það er leið til þess að setja fókus á lýðheilsu og það er með því að setja upp takmarkandi kerfi. Takmarkandi kerfi sem allir verða að taka þátt í ef þeir ætla á annað borð að spila. Þeir verða að setja sér mörk per dag, per viku, per mánuð. Lögaðili eða fyrirtækin sjálf geta líka sett hámarksmörk. Þetta gera menn í Noregi, þetta gera menn í Svíþjóð, þetta gera menn í Finnlandi, þetta gera menn í Þýskalandi. Fleiri lönd að fara þessa leið. Flestir munu lifa mjög fínu veðmálalífi þó að það sé takmarkandi kerfi. Flestir eru ekki að veðja háum upphæðum. Ef við setjum 100 áskall sem eitthvað hámark, flestir unna mjög vel það. Sumir ekki, til dæmis spilavíklar. Til þessi nú leikunum gerður. Við viljum takmarka skaðan sem fólk verður vegna stjórnlausra þáttöku. Þannig það er í lagi að þeir reka sig á þakið. Svo það með atvinnuspilarana. Það hægt að setja upp kerfi sem með þeim hætti að ef menn vilja veðja fyrir meira, þá þurfum menn að sýna fram á það að þeir hafa efni á því. Þetta eru menn að gera í Þýskaland í dag með íþróttagetrunir. Þeir hafa opnað markaðinn, þeir hafa sett 1000 evru hámark. Ef einhver vill fara fyrir ofan það, verður hann að sýna fram á það að hann hafi efni á því. Takmarkandi kerfi sem er skaðaminkandi og dregur þannig úr skaða þeir sem spila stjórnlaust verða fyrir. Möguleiki, hægt. Þannig að ég segi takk fyrir mig og kannski endi með orðum Boga. Ég vona að ég hafi verið aufúsgestur. Takk hérlega fyrir Daniel. Eins og þú sáðu það fékk hann gula spjaldi áðan fyrir að ráfa svona hérna Það er af því að við erum í streymi og við ætlum að reyna að leyfa þeim sem eru þar að hlusta á ykkur. Ef þið ætlið að ráfa svona á annað borð, þá getið þið gripið hennar með ykkur hérna. En við svona reynum að hafa ykkur bara hérna megin. Þetta var frábært. Við ætlum að heyra næst frá Bollasteini Huginsinni, ráðgjafa hjá Atón. Hann segir hérna, ég lagði bara 20 inn á en á 50, markaðssetning og veðmál. Ef við ekki bara að bjóða hann velkominn. Við erum að tímamörk. Já, takk. Takk fyrir mjög fróðlegt erindi, Daniel. Bolli heiti ég og var fenginn til þess að ræða aðeins markaðsmál og auglýsingar veðmálafyrirtækja eins og við birtist mér. Sjálfur vinn ég sem ráðgjafi í samskipta og markaðsmálum en var fyrst og fremst fenginn sem fulltrúi ungra kallmanna sem lifir og hrærist í heimi íþróttaveðmála. Ég ætla ekkert að hafa þetta eitthvað brjálæðislega langt, en ég ætla bara að tala svona að gefa ykkur innsýn inn í það hvernig svona þetta blasir við mér sem er ung boltabulla auglýsingar almennt þessara veðmálafyrirtæki. Og það fyrsta sem rauninni datt í hug var að vera bara að gefa ykkur smá innsýn inn í það hvað gerist í rauninni á leikdegi þegar ég hef áhuga á okkur leik sem að ég ætla að horfa á. Og ákvað bara að taka nærtækasta dæmi. Það var undanúrslitaleikur í gær í meistaradeildinni. Spennandi leikur Barcelona og Inter Milan. Og þá, fer ég á kynni með málin þarna í gær morgun. Hvar finn ég upplýsingar leikinn, opna app í símanum mínum. Þar get ég fundið, fæ ég strax auglýsingu framan í mig. Hérna getur þú breytt 50 evrum í 100 að undangengnu ákveðnu skilyrðum. Þú ert að velta peningum í sexinum. Orðið mjög vinsælt hjá veðmálafyrirtækjum að bjóða upp á svoleiðis stíla
setur peninginn, tvöfaldar hann kannski og getur ekki leyst hann út nema á veðjir x oft. Svo kannski fyrir leikurinn ætla ég að fara að hugsa, já ok, hvernig eru menn að spá leiknum í kvöld, hvað eru menn að hugsa fyrir leikinn, og þá ansi vinsælt að menn sé að deila sín á milli það sem hann kallar seðla, hvað ætlaði að setja á leikinn, hvað heldur að gerist, hver heldur að vinni, og þú veist, þetta bara svona frekar vinsælt, frekar bæði bara hjá áhrifamönnum að deila þessu á samfélagsmiðlum og miðlunum og líka bara vina á milli sem er í þessu. Svo kannski ætla ég að fara að hlusta á hvað gárungarnir eða sjálftitlu sérfræðingarnir að segja leikinn. Þá hlusta ég kannski á hlaðvarp og þau nú ýmislega í búði, en þarna kannski nærtækast að dæmið hvernig þetta sett í samhengi við veðmál. Og svo ýmislegt sem ég get gert til að horfa á leikinn og til að gera skemmtilegri yfir leiknum. Það kannski eins og einhverju þekkja, þá Hjörvar Hafliðason heldur út í hlaðvarpi Dóttar fútból, og þeir oft eru með frá stóru leikjum stream eða þar sem að þeir eru að horfa á leikinn og fíblast og veðja líka á meðan, sem þú getur hort á meðfram því sem þú ert að horfa á leikinn. Og svo þú veist, horfi ég líka á með vinum mínum þar sem að við kannski erum með seðil líka sjálfir. Og svo eftir leik auðvitað talað hvað menn uppskáru og annað. En kannski punkturum með þessu fór tiltölulega lítil rannsóknarvinna í þetta, en þetta bara kannski til að sýna bara, þú veist, einn leikur í gær, þú veist, þetta einhvern veginn fótboltinn, það að fylgjast með að vera áhugamaður óaðskiljanlegt einhvern veginn orðið veðmála starfsemi. Þú veist, áhugin á fótbolta ekki bara að horfa á 22 leikmenn sparki bolta í 90 mínútur, heldur þetta öllu sem því fylgir, viðtöl, þættir og svo framvegis, og þar eru allar þessar veðmálasíður alltaf. Og þau reyna að gera leikinn skemmtilegri með einum öðrum eða hætti, og kannski það sem að Daniel kom inn á, það var ekki bara lengur í íþróttunum, heldur líka bara ákvörðunum Seðlabankans eða Eurovision. En já, þetta var bara svona stutt yfirleitt yfir það hvernig þetta birtist mér sem bara 24 ára gamall maður á samfélagsmiðlum. Neldi tímamörkin, virkilega vel gert. Frábært, takk fyrir þetta, Bolli. Næstur Sveinbjörn Snorri Grétarsson, forstöðumaður greiðslukortaviðskipta hjá Íslandsbanka. Hann ætlar að fara eins yfir veðmál, börn og greiðslukort. Ekki satt? Það komið sæl. Ég vil nú að byrja á því að senda bara stórt hrós til ykkar allra. Mér finnst þetta alveg gríðarlega mikilvægt að við séum að fjalla ég ætla bara að nota orðið vandamál. Þetta bara orðið gríðarlega stórt vandamál. Og við hjá Íslandsbanka, við tókum ákvörðun fyrir á þessu ári að loka á þessu umræddu viðskipti, viðskiptavinir þá undir 18 ára aldri. Og ég ætla að fara eins yfir með okkur af hverju við komumst með þeirri niðurstöðu að loka. Við byrjum að skoða veltu, bæði þá veðmál og fjárhættu spilasíður. Við erum að horfa á þetta tvennt. Við sáum að veltan á árinu 2024, hún var gríðarlega mikil, þannig að við fórum að skoða samanburðinn við árið þar á undan eða 2023, og þá sáum við að þarna var orðin 5-földun á milli ára. Og aftur ítreka, við erum að tala aldurinn undir 18 ára. Þannig að þetta sló okkur eðlilega bara ansi mikið, og
við ákveðum að staldra hans við og skoða hans nánar og þá sáum við fljótlega að þessar síður þær eru að spretta upp á hverjum degi út allt. Þetta ekki bara í Evrópu, þetta bara allan heim og þessar síður eru bara að opna, þetta bara opið plattform. Þú getur verið á hvaða þjóðu sem það getur allir farað inn og Bolli nefndi hérna með bónusuna, þetta sáum við strax. Þú nefndir hérna einhverja tölur, við erum búin að sjá enn stærri tölur, það sem að þrefalda bónusa ef þú kemur með hérna, ákveðna fjármunnin. En það sem okkur þótti líka mjög svo athugavert að þessar síður eru ekki uppfylla sína skyldur varðandi að sannreyna aldur viðskiptavina. Þannig að allt snýst að reyna að lokka krakkana inn og hvað gera þau? Jú, það ekki bara bónusar. Það verið að nota svona þessa leikjavæðingu. Þetta orðið bara ákveð tölvuspil. Þetta orðið bara spennandi. Þetta orðið heillandi. Þannig að það þarf ekkert mikið til þess að soga krakkana inn í þennan heim. Þannig að þegar við vorum að velta þessu fyrir okkur hvað við ætlum að gera og við vorum að sjá þessa gríðarlegu aukningu og líka bara þessi rauðu flögg sem voru að birtast okkur, að þá fórum við að reikna þetta betur. Fimmföldun milli 2023 og 2024, hvað myndi gerast á þessu ári við höfum ekkert gert. Þá hefði við örugglega verið að horfa á allavega hjá Íslandsbanka, börn og unglinga að vera að stunda þessa starfsemi, örugglega í kringum 250 milljónir, bara hjá Íslandsbanka. Og yfirleitt svona þessi þumalputt að regla að við getum svona markalda með 3, því það eru fleiri bankar en við á þessi markaði. Og þá erum við bara komin í svona 750, kannski 800 milljónir sem var að flæða í gegnum þessar pípur. Þannig að eins og það kannski heyrið á minni framsögu, þetta var óskaplega auðveld ákvörðun fyrir okkur að loka og sjáum svo sannarlega ekki eftir því. En auðvitað þetta bara eitt skref af mörgum og það heilmikið eftir í þessu og ég vona að þessi dagur verði nokkið svo eini og að við munum taka á þessu og ég hveti ykkur líka að það oft gott að koma og ræða hlutina og það verður að henda upp könnunum og það vel, en það þarf líka svona mappa aðeins upp svo við sem að skoða punktana, erum að ná árangri og ég held við getum öll gert aðeins betur þar. En takk hérlega fyrir mig. Takk hérlega Sveinbjörn. Þá ætlum við að halda áfram og það komið að Bergþóru Kristínu Ingvarsdóttur sálfræðingi. Hún ætlar að tala við okkur um spilavanda og spilafíkn, einkenni, afleiðingar og áhættuþætti. Velkomin, Bergþóra. Takk. Já, góðan dag og takk fyrir að bjóða mér. Mjög ánægð með þetta framtak og þetta bara mjög nauðsynlega málþing. Ég heiti Bergþóra og sálfræðingur og hefur að vinna hjá SÁA núna síðastliðin 3 ár í fjárhættuspilateyminu. Þannig ég vinn þar einungis með fólki með spilafíkn eða spilavanda og var fengin hingað til að ræða aðeins þessi einkenni og hvernig þetta birtist og afleiðingarnar. Þannig ég tók það svo fyrir á glærunum og svo fléttaði ég aðeins inn í það sem að mér fannst kannski áhugaverðir punktar sem ég hef lært í mínu starfi og mér fannst eiga heima hér í dag. Þannig við byrjum bara á að hafa það alveg skýrt að við erum að tala um spilavanda eða spilafíkn, að við erum einungis að tala um fjárhættuspil. Við erum ekki að tala um tölvuleiki, við erum ekki að tala um Monopoly eða eitthvað álíka, við erum að tala um það sem við erum í veðmálum. Við erum að leggja undir verðmæti í von en óvissu gróða. Og þetta ekki bara þessi íþróttaveðmál eða bara þessi spilakassar, þetta líka bingo, lottó, póker, skafmiðar, þetta flokkast allt undir veðmál. Þetta mismunandi tegundir en þetta allt flokkað sem veðmál. Spilafíkn hins vegar alþjóðlega viðurkenndur sjúkdómur frá árinu 2013. Árið 2013 var spilafíkn sett inn í DSM-5 sem svona handbók sem geðlæknar og sálfræðingar nota til þess að greina ýmsar raskanir. Og það var mikill léttir í rauninni fyrir fólk með spilavanda að fá þetta viðurkennt sem sjúkdóm. Þetta væri ekki bara eitthvað kjánaskapur eða hvatvísi, heldur væri þetta eitthvað sem væri núna raunverulegt að fá aðstoð við að vinna úr. Þetta greiningarskilmerkin eru 9, þetta eru 9 einkenni sem við erum svona að hlusta eftir þegar fólk að segja okkur frá sínu vanda
Og ef að við erum að ná í 4 til 5 viðmið, þá erum við að tala vægan vanda, 6 til 7 viðmið eru miðlungsvandi og 8 til 9 viðmið eru þá alvarlegur vandi. Í langflestum tilfellum fólk að leita sér aðstæða þegar vandinn orðinn alvarlegur. Það eru mjög fáir sem að leita til okkar og eru svona spá hvort þetta sé mögulega orðinn vandi. Þau koma þegar það einhvern veginn allt komið bara í klessu og þau veit ekki alveg hvað þau eiga að gera. Og þetta eru þá þessi greiningaskilmerki og þessi hérna fyrstu eru bara sammerkt með öðrum fíknum. Þetta ekkert endilega bara fyrir fólk með spilafíkn, þetta á líka við aðra fíknir, en það sem við sjáum þol. Þannig að við þurfum að leggja meira undir til að upplifa sömu spennu og áður. Og það getur þá verið, ég þarf að leggja meiri pening undir eða ég þarf að hafa fleiri leiki í gangi á sama tíma. Og við erum að sjá til dæmis fólk í spilakursum sem eru með alla línuna og jafnvel línuna fyrir aftan og eru jafnvel að borga öðrum til að halda öðrum kursum gangandi. En þetta þarf bara svo mikið til þess að viðhalda þessari spennu sem þau eru að leita eftir. Fráhvarfseinkenni. Þegar fólk vill reyna að hætta, það ætlar að taka pásu fram á mánaðamótum eða ekki að spila fyrir helgina eða hvernig sem það að það kemur upp eirðarleysi, það kemur upp pirringur, þráðurinn verður styttri og við höfum fengið fólk inn á Vog sem einungis að leggjast inn vegna spilavanda og það hefur þurft að fá lyf til að komast yfir verstu fráhvörfin. Stjórnleysi, þarna ég ítrekað að taka ákvörðun að hætta. Ég ætla ekki að spila meira, ég ætla bara að spila fyrir 5.000 kall, ég ætla að draga úr, ég ætla einhvern veginn að takmarka mig, en ég alltaf að brjóta þessi lofur. Þetta alltaf án árangurs. Hvort sem ég að lofa sjálfur mér, eða ég að lofa makanum, eða fjölskyldunni, eða foreldrum mínum, eða hvernig sem það en þetta tekst ekki hjá mér. Og svo það fíkn. Það þessi tilfinning að vera gjörsamlega gagntekin af spilamennskunni. Ég að hugsa seinustu leiki sem ég spilaði, hvað gekk vel þar, hvernig get ég séð til þess að mér gangi aftur vel, hvar fæ ég pening til að halda áfram að spila. Og þetta oft þannig að fólk liggur kannski upp í rúmi og að lesa með barninu sínu, en á sama tíma hausinn á milljón að velta fyrir sér hvenær fyrir næsta spila. Þannig að við erum ekki heilsugar í því sem við erum að gera, bara spilafíknin búin að taka svolítið yfir. Fleiri einkenni, hérna truflun og skaði. Hérna höfum við þá lagt einhver sambönd í hættu til dæmis, makasambönd, hjónabönd. Við fáum oft til okkar makan, bara í stuðningsviðtöl, bara reyna að fá skilning á þessara fíkn og hvernig má það vera að maki minn hafi gamblað húsin okkar frá okkur. Bara ég skil ekki. Við getum verið að missa vinnu vegna spilamennsku, flosnað upp úr námi, þannig hérna hefur orðið einhver alvarlegur skaði eða truflun á líf okkar. Við erum að spila til að draga úr vanlíðan, þannig að þetta ákveðin flótti. Ég bara heltekin af kvíða, þunglindi, samviskubiti, en ef ég spila í smástund þá upplifi smá létti. Ég bara næ að dreifa huganum. Eitt svona sterkasta merki sem við sjáum þarna líka að halda áfram að spila þó við séum búin að tapa. Það kemur ekki þessu hugsun eitthvað, ég er búin að tapa alltaf miklu peningi, ég hætt núna. Ég alltaf að elta tapi, ég verð að komast aftur upp í núllið. Ég get ekki hætt hér, ég get ekki hætt í mínus. Það logið til eða falið hversu mikil spilamennskan það verið að ljúga hversu háar fjárhæðir, hvenar, bara hversu mikil tími þetta og þessar lygar náttúrulega fylgja því að þeim fylgir náttúrulega bara brotið traust. Og að lokum að reiða sig á aðra fjárhagslega til að bæta úr slæmri stöðu. Og þarna við líka að sjá, ég spila fyrir mína peninga, svo þeir búnir, þannig ég tek lán, svo sá peningu búinn, þannig ég fæ lán hjá mömmu og pappa og svo ég komin í það slæma stöðu að mamma og pappi þurfa að taka lán til að hjálpa mér og mínum skuldum. Þannig að þetta vindur ansi hratt upp á sig. Og bara eins og með flestar fíknir þá þetta þannig að það ætlar sér enginn að þróa með sér spilafíkn. Þetta byrjar oft bara að þetta gaman, þetta setur spennu í leikinn. Það einhver vonum að eignast aðeins meiri pening, við erum að styðja gott málefni. En með tímanum þá verður þetta meiri vani, við upplifum minni ánægju, einfaldlega vegna þess að við erum búin að raska dópamínstöðunum í heilanum okkar og það miklu meiri þörf fyrir að spila. Við erum ekki lengur að spila þegar það gaman.
Við verðum að gera það. Afleiðingarnar sem við sjáum á því eru meðal annars einangrun, vegna þess að hvernig á ég að tala við, hver skilur hvað ég er að gangi gegnum akkurat núna. Kvíði, fjárhagskvíði, félagskvíði, ég get ekki mætt í þetta ammali, vegna þess að ég veit að allir að fara að betta, ég get ekki mætt í þetta Eurovision partí, ég get ekki hort að leiki með strákunum, þunglindi, og í kjölfarið af þessu, þeir eru búin að vera í þessu smá tíma, örvænting og mikið vonleysi. Og ég veit að margir hugsa einmitt bara hvert get ég leitað? Hver er ekki að fara að dæma mig fyrir stöðuna sem ég er komin í? Yfir 50% einstaklinga með spilafíkn eru með sjálfsvígshugsanir, yfir 20% hafa gert sjálfsvígstilraunir og við erum með andlát sem eru beintengd einungis við spilafíkn. Þannig að þetta er graf alvarlegt og það er stundum svona að kasta fram bara já, svo náttúrulega spilafíknin, það er vesen, en þú veist. Þannig að við þurfum að horfa á að þetta er raunverulegur vandi og hann getur þróast í mjög alvarlegan vanda. Og kannski stór partur af því líka er að það er ekki nema það bil 10% sem er að opna á að þeir séu með þennan vanda. Við höfum alveg dæmi það að sem að fólk deyr til dæmis á sjálfsvígi og fjölskyldan hafi ekki hugmynd spilafíknina sem var í gangi. Þannig að í kannski mörg ár og við komum búin að vera bara í mikilli vanlíðan yfir þessu og upplifir náttúrulega mikla skömm og það er bara þannig að það eru ennþá talsverðir fordómar fyrir spilafíkn. Bara þú ert ekki einu sinni undir áhrifum vímuefna. Hvernig datt þetta í hug? Og þessi reiði og heift fjölskyldu. Það er búið að spila sparnaðinum og húsinu og hvað sem er. Þannig að það er mjög erfitt fyrir fólk að opna á þennan vanda. Og eins og Daniel kom inn á þá er þetta mikið til karlmenn. Og það sem við erum að sjá og mér finnst kannski skipta máli í dag líka, aðgengi er miklu betra heldur en áður. Við þurfum ekki lengur að labba út í sjoppu til þess að finna spilakassa, við þurfum ekki lengur að mæta í eitthvað kaffi til að fylla út einhverja seðla, við erum bara með síman okkar og það er allt í símanum. Það er bara, lífið okkar er í símanum okkar, þannig að það er mjög erfitt að segja bara ég ætla að hætta að betta með því að leggja síman frá mér. Af því það er allt annað líka. Þannig að þessi heimur spilafíknar er alltaf að stækka og eins og erlendu síðunum þá er engin opnunartími. Eins og það tekið fram áðan þeir eru út allan heim. Þannig að ef það eru lokaðar íslensku síðunar þá get ég bara fundið einhverja aðra sem er opin. Það er rauninni ekki vandamál. Það er meiri hraði og eins og komið fram hjá Daniel líka áðan að eftir því sem er meiri hraði í leiknum því meiri líkur er á við ánetjum stónum. Og áður fyrir til dæmis var þetta þannig að við vorum að veðja á hvernig úrslitin færu, hvernig verður þessi leikur, en núna getum við veðjað allan leikinn. Við getum veðjað hvað er að gerast á næstu sekúndum, hver er að taka næstu hotspyrnu eða markspyrnu, hvernig sem það er. Þannig að við erum að setja spennu í leikinn og við erum að auka hraðan sem eykur líkur á við sem ánýtast. Og við erum að sjá einmitt ungt fólk, unga drengi sem eru að þróa með sér vanda. Ungt fólk er með óþroskaðan framheila. Það er bara þannig. Hann er ekki þroskaður fyrir við erum 25, 6, 7 ára. Í framheilanum okkar er rökhugsunin okkar. Þar er skynnsama röddin okkar sem stoppar okkur af. Fram að því þá erum við svolítið að spilast með tilfinningunum. Þannig að það eru þá meiri líkur á að þróa með sér fíkn og svona í umræðinni, allavega í þeim samtali við unglingar sem ég hef verið að spjalla aðeins við, þá eru þeir ekkert endilega að byrja að drekka. Íslenska módel okkar er búin að virka ágætlega með það, en þau eru að veðja. Það kom bara í staðinn. Já, eins og ég er aðeins búin að koma inn á, þá er vandinn að aukast hjá ungum drengjum og við sjáum það alveg til dæmis í minni vinnu. Við erum að fá unga drengi, ég hef verið með drengi niður í 20-22 ára sem ég er að hjálpa upp úr milljóna skuldum. Þannig að við erum ekkert að tala um einhverja útborgun sem kláraðist 10 dögum og snemma. Við erum að tala um að við erum bara fyrir skulda niðurgreiðslu áætlun, hvert ætla ég að hringja fyrst, hvernig ég tala við. Ég ræddi við einmitt einn ungan dreng daginn og hann var svona að tala um að hann þyrfti að fara að finna einhverja leið til að draga úr sínum veðmálum. En hann segir hann líka, en það er að betta, ég get ekki verið einn að sleppa því. Ég get ekki verið með öllum vinum mínum og verið svo eini sem er ekki að betta. Og rannsóknir sýna það að drengir eru líklegri til þess að finna sér þurfa að taka þátt í áhættuhegðun ef aðrir eru að því. Þannig að
Erlendar síður leyfa veðmál á yngjur flokkaleikjum á Íslandi. Þannig að við erum líka að heyra af strákum í öðrum og þriðja flokki sem að fá skilaboð frá leikmönnum í meistaraflokki þar sem að biðja þessi inside info, hver meiddur, hver liðinu, það að fara að vinna þetta. Það pressa frá bekkjarfélögum, ég búin að veðja á leikiðinn, það sko til að vinna þetta. Og fyrir suma, eins og kom einmitt fram í rannsókninni hjá Daniel líka, þá þetta kannski auðveldur peningur. Við erum að veðja á eigin leiki. Og þá bara nokkri punktar það sem að mér finnst kannski íþróttahreyfingin þurfa að hafa í huga. Við þurfum að sjá til þess að það sé fræðsla í íþróttahreyfingunni. Því það eru mjög margir sem að betta, en það ekki nærri því allir sem átt að segja á því hver afleiðingin gæti orðið. Eins og ég sagði áðan, það enginn sem byrjar að spila og ætlar sér að verða þróa með sér spilafíkn. Þannig að við föttum ekki, við erum bara að gera svo hinir, en svo kemur fyrir að einhver þróa með sér spilafíkn og þú eru svo ekki einu sem segja frá því. Þannig að með einhverju fræðslu, bara hver fyrstu merkinum ég gæti verið að þróa með vanda og hvað get ég þá gert, hvert get ég leitað, hver að fara að taka á móti mér og ekki dæma mig fyrir það sem búið að gerast. Þannig að mínum mati þá íþróttahreyfingin, hún að búa til vettvang og hún að hvetja til veðmála, við erum að setja spennu í leikinn. En þá þurfum við líka að passa að sé einhverju verkferlar fyrir þá einstaklingar sem þróa sér með sér vanda, því að það gerist sannarlega, þó segja kannski engum frá því. Íslenska veðmálasíður eru skárri en erlendar, af því leyti að það eru opnunartími, það auðveldara að takmarka sig, en það ekki hægt að halda því fram að séu skaðlausar. Ég hef verið með einstaklingi viðtölum sem eru einungis að spila á íslenskum vefsíðum. Þannig að það ekki hægt að halda því fram að séu alveg skaðlausar. Þannig að við þurfum þá að hugsa, hvernig erum við að bregðast við því? Hvað þýðir ábyrg spilun? Erum við að taka eftir þeim sem að spila meira en þeir ætluðu sér og erum við að hafa samband við þá? Hvað erum við að gera? Erum við að vísa þeim einhver átt, þannig að geti leitað sér aðstóðar? Þannig að sjáum til þess að fólki okkar hafi rými til að opna á þetta án fordóma, hvort sem þetta fólki sem er innan hreyfingarinn okkar eða kýsa styrkja hreyfingun okkar með því að taka þátt í veðmálum í íslenskum síðum. Takk. Takk kærlega fyrir Bergþóra og hún kastaði einmitt fram spurningunum hvað ábyrg spilun? Já, þá ekki bara ágætt að fá Einar Njálsson hér frá Íslenskri Getspá, markastjóri íslenskra getrauna, að fjalla einmitt ábyrga spilun hjá íslenskum getraunum. Komið sæl, bara takk kærlega fyrir að bjóða ykkur að vera með. Þetta bara, alltaf þau erindi sem hafa komið hingað til eru bara framan mínu björtustu vonum og bara takk kærlega fyrir að varpa sér spurningu á okkur, hvað ábyrg spilun? Ég ætla að reyna að svara þó svo ég sé markastjóri, sko, en við allavega ég ætla svona að byrja kannski samt erindi á að sýna ykkur svona, að því nú ég hér, þetta MFI, ISI og KSI og IBR, þá áhugavert, ég vona einsteinnin. Ég ekki að kasta hann undir rútuna, alls ekki. Ég bara svona hafa viðtal daginn á Stöð 2, þar sem var verið að fjalla þetta vandamál sem að koma upp núna, það verið að dæma leikmenn, íslenska leikmenn í bönn vegna þess að þeir eru sjálfur að veðja á deildir eða jafnvel eigi leiki sem það náttúrulega megi ekki verið að gera og vita kannski ekki af. En fyrir mér kristallaðist þarna svolítið sko að íþróttahreyfingin kannski ekki alveg viss sko hvað íslenska getraunir standa fyrir og líka hvað ábyrg spilun er. Ég veit ekki hvort það heyrist, ef prófa það. Nokkra tímanis að það sé með lengjudildina á vega KSI á saman tíma? Ég veit ekki hvað segja skal það, en svona eru reglurnar og við erum að fylgja þeim eftir en auðvitað þarf að taka bara heilstæð umræðu þetta í hvað átt viljum fara og hvernig við viljum hafa regluverki í kringum þetta og það eitthvað sem þarf að skoða. Og ég held að það sé bara nákvæmlega sem við erum að gera í dag. Við erum að taka svolítið spjalli og sjá hvert við erum að fara. Og það alveg rétt þarna sem að segja sko að það orkar tvímælis að við séum með að auglýsa veðmálastarfsemi í kringum íþróttir þegar við svo sem sjáum vandan sem að birtast okkur núna í þessum bönnum og því líkt. En ég ætla aðeins að ræða bara umhverfi. Það í dag, eins og umhverfi í dag, eins og við erum að tala held ég einhverju að það eru bara ákveðin leyfi, það eru bara ákveðin aðilum með leyfi til þess að vera með þessa starfsemi, þar að segja happdrætti starfsemi. Hingað til hefur bara verið almannaheilla samtök sem hafa fengið þessi sérstöku leyfi og það bara ástæði fyrir því. Við teljum og hefur verið hingað til að við teljum að
almannaheillafélögin eigi að njóta góðs af þessari starfsemi. Þetta er ekkert eðlileg, þetta er ekkert venjuleg vara. Við erum ekki að kaupa mjólk út í búð, sko. Þetta er öðruvísi vara. Þannig að það hefur hingað til verið þessi skoðun. En hver á geturinn? Það er ISÍ og UMFÍ sem eiga langstærsta hlutan, svo er Íþróttanefnd ríkisins með 10% af í eignarhlut. Og þið hafið öll orðið vör við umræðum veðmál og það er alls konar tölur í gangi og það er ýmislegt í gangi. Ég ætla bara að segja að það hefur bara orðið sprenging, algjör sprenging, eins og við sjáum bara. Og við sjáum það líka í tölunum hjá geturinn, þó svo að umræðans í önnur, þá er velta geturinn hefur margfaldast, hagnaður hefur aukist gríðarlega. Félög sjá það í peningum sem þau eru að fá frá geturinnum í dag. Þannig að það er, ég myndi kalla þetta sprengingu, alveg klárlega, og það er eitthvað sem þarf að gera að okkar mati. Hérna er ég með lista yfir sko, hvað við höfum gert í ábyrgu spilinu og mér finnst gaman að heyra, eða ekki gaman endalega, en mér finnst áhugavert að heyra hvað Daniel er að segja og Bergþóra það hvað er hægt að gera. Við höfum gripið til ákveðna aðgera og mér langar bara að benda á hvað við höfum gert svona annað heldur en erlenda síður. Við erum með ákveðið hámark og við setjum hámarkið. Það er ekki spilarinn sem setur hámarkið eins og er yfirleitt á þessu síðum. Við erum ekki að markaðssetja til ungs fólks. Við veljum okkur áhrifalda sem eru ekki að höfða til ungs fólks. Við erum ekki að fara í einhverja menntaskóla útilegur með einhverja borða mertalenginu sko. Og við erum með lægra hámark á þennan hóp sem var að tala um þetta áðan, 18 til 25 ára. Við erum með ennþá lægra hámark á þeim heldur en öðrum hópum. Þannig að við erum að gera ýmislegt. Það er alveg rétt sem Bergþóra segir. Ég er ekki komin til að hvítþvo lengjuna. Við erum veðmála fyrirtæki og ég meina það er alltaf einhver hætta sem fylgir í. En reynsla sýnir og bara það sem við höfum gert, eins og til með stað, við erum ekki með nætuleiki, við erum með 23 helgar og með það er kannski einhverju 100 í boði á hverjum einasta degi annar staðar. Við erum ekki með bónusa sem er að hvetja þig til þess að koma aftur og aftur eða velta peningnum og fá þig til þess að spila eins mikið og getur. Við erum ekki með neikvæð veðmál, það er að segja hotn eða gulspjöld eða rauðspjöld. Við erum ekki unglingaleiki, það er alltaf bara ekki boði og ég myndi segja við erum ekki með spilavíti, við erum bara ekki þar og ég vona að Daniel fyrirgefi mér, það eru lítil tengsl, þó svo Bergþóra að segja þessi tengsl, það er alveg rétt og við vitum mér þessi af þeim og við erum að grípa til aðgerða til þess að grípa þá aðila sem við sjáum að eru að lenda í vandræðum. En að því ég er að kynna þetta fyrir íþróttahreyfingunni og fleirum, þá langar mér að það eru 3 punktar sem ég langar svona að fara með, að þið farið með hérna út til að svona segja ykkur frá mununum á geturunum og erlendu veðmálasíðum. Númer 1, við erum ekki spilavíti. Hver einasta síða sem hver einasta erlenda veðmálasíða sem segjast eru veðmálasíða, þeir eru með spilavíti. Það heitir á ensku náttúrulega casino sem hljómar mjög vel, en við veist spilavíti, það er miklu betra orð og rétt orð. Við erum með raunverulega ábyrgðarspilin. Ég sagði ykkur frá takmarkunum sem við erum með, ég sagði ykkur frá því að hvaða aðgerðir við höfum gripið til. Ég myndi segja þetta raunveruleg ábyrgðarspilin. Það er margir sem flagga ábyrgðarspilin, en það þarf alltaf að koma frá spilaranu sjálfum. Það kemur aldrei frá fyrirtækinu að takmarka spilaran. Heldur, spilarinn þarf að takmarka sig sjálfur á erlendum síðum. Ekki á okkur, við gerum það fyrirfræði. Allur hagnaður fer til íþrótta. Í íþróttaveðmálum þá verður peningurinn hjá þessu veðmálafyrirtækjum til í kringum íþróttir. Allur hagnaður hjá geturunum fer til íþróttaveðmála og okkur þykir það bara eðlilegt að svo sé. Það var að deila um það. En þetta eru þessi 3 punktar sem ég langaði bara að enda á svo þið áttið ykkur á mununum á geturunum versus erlendar veðmálsíður. Og það er hægt að vera með ábyrgðarspilun í alvöru. Takk fyrir mig. Takk Einar. Við ætlum að halda áfram. Það er komið á honum Birgir Sverrissyni hjá Lyfjaeftirlitinu sem að hann er að koma til okkar og ræða við okkur hagræðingu úrslita og hlutverk Lyfjaeftirlitsins eða Anti-Doping Iceland í fræðslu og forvarnum. Ég þarf að fara tölvupóstið en hérna. Já, ok, ég vona þess ekki búin að fá eitthvað skemmt. Eitthvað, vona þess ekki. Svona. Er þetta bara takkina? Já, maður sé. Svona. Nei, það var ekki þetta. Sorry, hvað er ég að gera? Þetta hérna, svona. Svona. Set notes.
Já, það kemur hérna. Og þú bara notar hérna. Já. Og bara vinna að tala í mikrofónuna. Já. Ég vil bara biðja, þakka fyrir boðið, þakka skipuleikjendur fyrir boðið og ég veit ekki hvað ég langan tíma, 5 mínútur eða 10 mínútur eða 7 mínútur, ok, þá ætla ég nú bara að hoppa yfir þetta, valhoppa yfir þetta sem ég er með vegna þess að ég gæti tala þetta í nokkra klukktíma og þegar við erum með fræðslu erindi á vegum lyfjaeftirlitsins þá förum við í þessar áhættu greinar sem við höfum skilgreint varðandi hagræðingu úrslita og ólögleg veðmál og tökum svona kannski 1/3 af tímanum í að ræða það. Knattspyrna verandi stærsta íþróttin í því, eins og þið kannski eflaust vitið. En bara svona til þess að hoppa lögulegt yfir þetta, þá er í rauninni skilgreiningin á hagræðingu úrslita hér sem er þá bara eitthvað skonar gjörningur sem að tekur ófyrirsjáanleikan úr sportinu og ástæðan fyrir því að hagræðingu úrslita er bönnuð í íþróttum er af því að svo að íþróttirnar væri bara ónýtar. Þannig myndi enginn að horfa á íþróttir sem að þið vitið úrslitin, þó að ég hef vissulega gert það. Ég hef tekið upp leiki og hort á Barcelona kannski þó ég veit að vinni 5-0. En ég gerði það kannski meira þegar ég var yngri. Þetta er sem sagt skilgreiningin á hagræðingum úrslita og það er þessi lykilþáttur að þetta sé óútreiknanlegt. Maður á ekki að geta að vita hvernig leikurinn fer eða keppnin fer þó að það kannski sé að leiða líkum að því og þá kemur veðmála markaðurinn inn. En varðandi ólöglega veðmálastarfsemi þá er þetta skilgreiningin samkvæmt makalínusáttmála Evrópuráðsins sem að Ísland er búið að fullgilda ásamt 14 öðrum löndum. Það er ekki fleiri en 14 lönd í heiminum búin að fullgilda þennan sáttmála því miður en það var 32 önnur lönd ef ég man rétt undirritaðan. Þetta er sem sagt skilgreiningin á ólöglegri veðmálastarfsemi. Og þetta er rauninni bara í stuttu máli öll veðmálastarfsemi sem hefur ekki leyfi í því landi sem hún stundar starfsemi er ólögleg og þannig að það væri þá öll fyrirtæki væntanlega önnur en íslenskar geturinn á Íslandi. Hérna erum við að tala um veðmál í íþróttum. Bönnuð ólögleg veðmál, þetta er svona bara hoppa hratt yfir þetta. Bara svona kannski skilgreiningin á því og þessar reglur, þessi punktar eru í mörgum sérsambandsreglum. Svona íþróttirnar hafa ákveðið að setja þetta inn í sín lög eða reglur. Það banna að veðja á eigin leiki, það banna að veðja á eigin deild eða keppni, það með ekki veðja á neitt sem er í sportinu og svo framvegis. Þannig að það getur verið svona mismunandi eftir hvað íþróttagrein að ræða og oftast er refsingin keppnisbann. Það er gott að átta sig á því af hverju er bannað að veðja á eigin leiki. Þetta er líka það sem við erum ofta útskýra fyrir fólki í lyfjamálunum. Af hverju er bannað að nota ólögleg efni? Það er heilsuspillandi, það er svona aðalástæðan fyrir því. En það er líka svindl. En ef það væri ekki heilsuspillandi þá væri það ekki á bannlistanum. Þetta er aðeins annað dýr, sem sagt hagræðing úrslita. Þetta getur vissulega verið heilsuspillandi, veðmál geta verið fíkn og allt það. En ef við skoðum bara sem sagt neðsta punktinn, bara traust almennings undir. Ef fólk fær þá tilfinninguna að það sé búið að fyrirfram ákveða úrslit í íþrótt, þá er bara íþróttin ónýtt. Það er bara, skilgreiningin er bara farin. Það er ófyrirsjáanleikinn sem er algjört lykilatriði í íþróttum. Hvernig er úrslitum hagrætt? Þetta eru svona algengar leiðir svona til þess að hita íþróttafólk upp. Þetta er oft þá í gegnum þá bara skipulega glæpastarfsemi sem hefur samband við íþróttafólkið og færa til þess að hagræða úrslitunum. En þetta getur líka komið bara innan félagsins, innan frá og þetta getur verið sýndarviðburðir, þetta getur verið bara allt milli heimis og jarðar í rauninni. Þar sem að það er verið að taka ófyrirsjáanleikan út úr íþróttinni sem að eyðileggur bara íþróttina í heild sinni. Við skoðum aðeins, berum saman lyfjamisnotkun og svo hagræðing úrslita og spyrjum þessar spurningar, hvort er verra? Þá er ég ekki að tala um verra fyrir aðilann sem er að stunda hátsemina, heldur hvort skadar íþróttina meira. Og þetta tikkar í
mörg box, svona sameiginleg box. Þetta eru sömu atriðin sem að lyfjamisnotkun og hagræðing úrslita eiga sameiginlegt og grafa undan trausti almennings og íþróttum og þetta eru svindl, þetta eru reglubrót og svo framvegis. En lyfjamálin eru komin miklu lengra heldur en þessi mál. Þessi mál eru bara í lögum og reglugerðum sem eru bara mismunandi milli landa en lyfjareglurnar eru einar útbreiddustu reglur í heiminum í dag. Það eru rauninni bara sömu, í allir ólympíuhreyfingunni eru allir undir sömu reglunum. Og það er ekki alveg allar íþróttirnar en fullt af íþróttum sem að taka upp bara regluverk sem sagt ólympíuhreyfingarinnar og World Anti-Doping Agency sem eru svona lyfjareglurnar í íþróttum. Ef við skoðum inn á töflu bara, svona samanburðartöflu, ég hef ekki tíma til þess að fara yfir þetta allt, en ef við myndum skoða kannski það versta, þetta sem merkt rauðmerkt, að eins slæm og lyfjamisnotkun þá skemmir hún ekki algjörlega leikinn. Hún eyðileggur ekki allt, skiljiði. En hagræðing úrslita falsar úrslitin og munurinn sá að sá sem að falsar úrslitin, annar aðilinn, hann að breyta hegðun sinni í neikvæð átt. Hann ekki að reyna að vinna. En það þannig með lyfjamisnotkun að einhver að reyna að ná forskoti. En það verið að reyna að ná fjárhagslegu forskoti í hagræðingum úrslita. En það ekki endilega verið að reyna að vinna leikinn. Það auðveldara að reyna að tapa. Það mjög erfitt að spila íþróttir eða þið vissu það og vinna leiki. Mér finnst það allavega. Golf til dæmis. En allavega þá auðveldara bara að hagræða náttúrulega bara í hináttina. Bara til vinstri. Ef ég má sletta. Eða hægri. Fyrir því þið viti hvað að meina. Þannig að þetta svona umræðuspurning. Hvort verra? Og við getum bara kannski hort á annan punkt að það rosalega leikurinn bara ónýtur ef það búið að hagra úrslitunum. Það nennir enginn að horfa á svoleiðis leik. En það þarf ekki endilega að sjást ef það lyfjamisnotkun að ræða. Nú, ef við tölum svo orkudrykki, við erum mikið í orkudrykkja predikunum fyrir ungt íþróttafólk og við erum að tala um þroskan á heilanum og svoleiðis og hann ekki full þroska fyrir 25 ára aldur og svo erum við að tala við krakka út allt land sem eru að drekka orkudrykki fyrir 10 ára. Og orkudrykkir auka hvatvísi og stuðla áhættutöku. Og það eru rannsóknir til sem að sýna tengsl á milli, ekki endilega sanna orsakarsamband, tengsl á milli orkudrykkja neyslu og svo veðmála og áhættu hegðunar. Þetta eru svona kannski einhverjir umhugsunarpunktar sem ég hef ekki tíma til þess að fara yfir núna. En þetta við getum alveg í rauninni fullyrt að það hefur orðið hagræðing úrslita á Íslandi en við kannski erum ekki með svona eitthvað konkrét mál hvað það varðar. En ef við tökum bara til dæmis bara aukninguna á veðmálafyrirtækjum, þá eru 57 ný veðmálafyrirtæki í Bretlandi bara síðan í mars. Og það maí núna, ekki satt. Þannig að þessar tölur eru bara síðan í fyrradag eða eitthvað. En það alveg gríðarleg aukning í veðmálum og í bara veðmálafyrirtækjum, aukning á þeim og flest fyrirtækin myndi ég segja vilja stunda góða viðskiptahætti en svo erum við alltaf með þessi leyfismál og svo erum við með fyrirtæki sem eru að setja upp sýndaviðburði og þetta fyrirtæki styrkir FC Barcelona eins og ótrúlega það hljómar. Þarna eru einhverjir gæjar, ég væri alveg til að prófa þessa íþrótt þarna. Já, þetta kallast valla íþrótt, en það ekkert mál að hagræða þessu eins og þið sjáuð. Þetta eitthvað fótboltaspil, svona það sem eru að sparka á milli. Og svo eru sýndarviðburðir sem eru settir á netið, það sem engir áhorfendur og þarna eru krakkarnir 16 ára aldur að skokka eitthvað og pota í boltan og það gerist bara eitthvað og þau heita Inter og Barcelona og ég veit ekki hvað og hvað. Og fjöldin af þessum viðburðum á viku meiri heldur en bara í ensku úrvalsdeildinni.
bara af leikjum. Það eru gríðar, þú getur hort á þetta allan sólarhringinn, þeir setja þetta bara upp þannig. En svo náttúrulega líka verið að veðja á löglegar íþróttir eða löglega viðburði. Örstuð til lokin, við erum sem sagt á heimasíðun okkar hægt að nálgast fræðslu hagræðingu úrslita og þetta opið öllum óháð íþrótt og ég ætla ekki að stíga á tærnar á knattspyrnusambandinu, ég veit að þeir eru með svona aðeins fínna kerfi en við, ég har svolítið meiri pening. En það hægt að nálgast þetta á íslensku toppfótbolti, ekki KSÍ. En það sem sagt antidoping.is, þar hægt að finna þessa fræðslu og við erum bara að fara núna á fullt í það auglýsana. Svo er hægt að tilkynna sem sagt á heimasíðan okkar nafnlaust grunum hagræðingu úrslita. Og það er órekjanlegt. Við keyptum þannig kerfi að það er hægt að velja það að það sé ekki hægt að hafa samband aftur og það er ekki hægt að rekja IP-töluna og svo framvegis. Svo er mynd svona til umhugsunar og vill eitthvað snert á þessu. Þetta er eitthvað sem að skíðlogar, það er allt opið eins og þið vitið, flest myndi segja meiri hluti veðmálafyrirtækja vilja gera rétt en hver allar slökkva en eld vegna þess að það er ekkert verið að gera í því að loka á þessar síður. Það er bara spretta upp bara margar á dag og þetta nálgast þær allar náttúrulega í gegnum netið. Þannig að spurningin er bara hvernig ætlum við að bregðast við því. Þannig að það er svo sem ekki okkar hlutverk að gera það. Það sem við erum með svona þessa fræðsluskyldu. En nú tala ég bara sem iðkandi og íþróttaáhugamaður að þróunin er bara ekki góð og það er betra að koma einhverjum böndum á það eins og við erum öll sammála eflaust. Þannig að já, takk kærlega fyrir og það er hægt að sjá fræðsluna hjá okkur á heimasíðunni. Þetta er ekki tölva mín. Ég held þetta að vera tölva mín maður. Vantar þér svona mikinn pening, ætlar að fara að stela minni? Ég hef aldrei gert þetta áður. Á þú þessa tölvu? Ég get alveg lánaði tölvu og ykkur vandræði með tölvu. Mín er þarna. Takk fyrir þetta Birgir. Það kom svona skemmtileg stóðsending á einmitt nafnaðinn Birgi Jóhanns hjá íslenskum toppfótbolta sem ætlar að koma enga næstur og tala veðmálafræðslu fyrir leikmenn. Velkomin. Takk hérlega. Það er þú þarna, svona. Ég eins og allir ég ætla að tala mjög hratt og fara hratt í gegnum þessa glæru, bara byrja því að þakka kærlega fyrir boðið. Ég held sem fyrsta skipti sem íslensku toppfótbolta er boðið með ISI og MFI og ég fagna því bara. Við erum öll að reyna að vinna saman að jákvæðum og góðum verkefnum. Ég ætla ekki að dvelja mikið þetta hvað ITF er. Ég held að flest ykkar vitið hvað það er og fara kannski frekar meiri við það sem við erum að gera fyrir leikmenn. Bara aðeins að sýna ykkur hvernig þetta svona fótboltasamfélagið er uppbyggt í heiminum bara. Mér finnst þetta skemmtilega að sýni svolítið hvað ITF er. ITF er ekkert annað heldur en enska úrvalsdeildin eða spænska úrvalsdeildin. Bara svo áttu ykkur aðeins á því svona hvað við erum allir í eigu klubban á Íslandi og við erum svona til hliða við KSÍ og undir þá European League sem er þá svona sambarlegt og UEFA sem knattspyrnusamböndin eru öll undir, evrópsku þar að segja. Það er svolítið búið að tala um að þetta orka tvímælis að vera að tala veðmál og tekjurnar af veðmálum. Okkar langstærsti samningur er við erlent fyrirtæki sem heitir Genius Sport sem er annars vegar gagna og streymisréttur og við náttúrulega seljum sjónvarpsréttindi innlend og erlend fyrir félögin og svo erum við markaðstekjur og fleira og við borgum félögunum á Íslandi rúmar 300 milljónir á ári sem eru aðalega að ITF og þar er þessi samningu Genius Sport sem er rétturinn á því að safna gögnum á leikjum og selja það áfram til veðmálasíða sem búa svo til stöðla.
Það annar hlutin, hinn hlutin svo streymið af leikjum, þar sem við streymum leikjum beint til þeirra og þeir selja það áfram til hérna ýmsu aðila út í heimi. En þetta náttúrulega fyrirtæki skráð á markað og hérna risastórt. Þetta ekki veðmálafyrirtæki, þetta tæknifyrirtæki. Þetta fyrirtæki til dæmis býr til myndavélakerfi sem heitir Second Spectrum, sem til dæmis ránstöðutæknin í Premier League og þetta bara risa tæknifyrirtæki sem sinnir fullt af hlutum ótengt þessu. En þetta náttúrulega orðið hérna, já, eins og sjá, þetta hérna skráð á kaupullan í New York. Við svona í framhald af þessu ákváðum og sáum frétt frá frændum okkur í Svíþjóð, þar sem þeir eru með hérna veðmála fræðslu og við sáum þetta nú bara í svona dreifibréfi frá European Leagues og okkur þóttu þetta vera mjög áhugavert og okkur svolítið svona rann svona samfélagslega skylda til þess að skoða þetta og fengum samtal við þá og tölum við þá og spurðum bara hvað þetta kerfi sem þið eru að gera og nafnum mér Birgir nefnir hér að þetta sé rosalega dýrt og flott kerfi. Ég hafði ekki hugmynd það, Svíarnir borga fyrir þetta og við borgum raun bara fraksjón af kostnaðinu við þetta að setja þetta upp. Og við horfum á þetta fyrst og fremst þetta fræðsla. Þetta fræðsla fyrir leikmenn, þjálfara og stjórnamenn, hvað má ekki. Vegna þess að það gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að deildin á Íslandi sé hrein. Að fótboltinn sé hreinn eins og við tölum við hagræðing úrslita gríðarlega mikilvægt. Það mun engin veðja á leiki sem að veit hvernig, þeim pottet veðja á leikin, en þið skiljum við það ekki hægt að selja þá vöru. Og Ísland býr við það að deildin í Íslandi talin mjög hrein. Og það virði skapandi fyrir okkur. Og til dæmis erum við með mjög háar, betting og data tekjur vegna þess að deildin hrein og við vitum það bara í samanburði við aðra deildir sem við erum samskiptu við, sérstaklega í Austur-Evrópu og þess að það sem bullandi vandamál með hagræðing úrslita. Og eins og þetta segir bara okkur fannst svona skylda til þess að þegar við sáum þetta að bjóða upp á þetta kerfi og ég ætla bara svona að rúlla eins í gegnum þetta. Við byrjum á því að gera könnun með að leikmann í bestu deild karla. Við hugsaum að við ætlum að byrja í bestu deild karla vegna þess eins og við náttúrulega vinnum bara fyrir fótboltan og þetta vandamál hjá körlum eins og hérna hefur komið mjög greinilega fram hjá Danieli, sérstaklega prófessor. 10% leikmanna í bestu deild karla 2004 hafa glímt við vanlíðan vegna veðmála og mínum að það bara 10% of mikið. Ég náttúrulega engin sérfræðingur í neinu hérna en við tókum þetta saman og hugsaum það augljóst að hér þarf eitthvað að gera. 42% segist hafa ekki veðja á fjármunum og fótboltaleiki en 58%, þannig að mikill meirihluti hérna leikmanna. Og sára lítill hluti leikmanna segist veðja íslenskan fótbolta en auðvitað veit það ekkert hvort það sé satt. Það var ekki alveg samkvæmt gögnunum sem þið gerir 2016. Og mikill meirihluti leikmanna 75% telur að tíðni veðmála leikmanna séu mikil mjög mikil. Við einmitt spurðum svona leiðandi, spurðum ekki hvort að þú varir, hvort að þú varir sjálfur að gera þetta, heldur aðri séu að gera þetta. Og það var mjög sláandi hérna, eins og sjáið. Kannski sjáið þetta ekki, en þetta allavega 75% telur mjög mikil líkur að leikmanni séu að veðja. Hér svona þetta kerfi og út frá þessu sömdu við sænsku deildarsamtökin til 3 ára og þetta annars vegar fræðsluefni varðandi hagræðingu úrslita, þetta tvískiptist og ábyrg þáttaka í veðmálum. Og allt námsefni á netinu og hægt að taka í síma tölvu. Það var mikið, þetta kerfi mjög einfalt í bæði í deilingu og að taka þátt í því. Og við þýddum þetta allt yfir á íslensku og aðlögum þetta að íslensku regluverki og í samræðum við bara íslenska raunveruleika og þetta þá þessu fína greinilega kerfi, articulate kerfinu sem ég googlaði og leiðandi svona í þessum svona rafrænum þjálfun eða menntun fyrir fyrirtæki. Ég náttúrulega sjálf búin að pröfa þetta og þetta mjög
einfalt í framkvæmd og allt saman. Við gerðum það núna að við settum þetta á, sendum þetta á til allra leikmanna í bestu deild karla og í Svíþjóð samt kerfið sett upp þannig að þar fær hver og einn leikmaður sinn kóða sem hann lokar sinn og hann nafnlaus en þú getur fylgst með hvort að leikmaðurinn klári námskeið eða fræðsluna. Og það eitthvað sem við erum að vinna núna með KSÍ. Við erum að vinna þetta með KSÍ og leikmannasamtökunum. Sif Atla heimsækja alla klefana og fara eins í gegnum þetta. Og hugmyndin að þetta verði sett inn í leyfiskerfið að allir leikmenn verði að klára þessa fræðslu svo þeir fá leikheimild. Svíirnar hafa gert það þannig að þú getur ekki fengið leikheimild í sænsku allsvenska nema við sért búin að klára námskeiðið. Og þetta leiði svona niður, þetta mjög þægilegt, ekki það hljómar sem ég segja, selja ykkur þetta kerfið, en þetta svona, og þetta með raundæmum og þú þarft að svara spurningum svona, getur ekki klára þetta nema að vinna í gegnum. Það enginn fara að falla á þessu, en þetta eins og ég segi, þetta leiðið áfram hægt og rólega. Og hér svo hinn hlutin sem námskeið ábyrga veðmálaþátttöku. Ég sé ég komin yfir tíman, en hugmyndin nefnt líka það að í kerfinu, eins og sjáðu, sé niðurstaðan námskeiðinaprófinu á það leið að það bendir til vandamáli við leikmanni, fær hann upplýsingar hvert hann getur leitað sér aðstofar. Og það ekki að fara til okkar heldur mun þá því vísað í svona rétta það sem fagaðilar eins og SA eða sambærilegar stofnanir. Og sjáum við bara svona hvernig þetta uppsett. Þetta mjög einfalt. Og bæði námskeiðin eru svona opna kynningu, svo raundæmi, fræðsla og svo spurningar og þessi svona tengilegir. Þetta svara sem ég svaraði einmitt áðan. Allt saman rétt og þá get ég haldið áfram. Og svo þessi nýju vísbendingu spilafík sem koma, þannig að þú þarft að lesa því gegnum þetta og þetta fyrst og fremst hugsað sem fræðsla og okkur fannst mjög mikilvægt að við varum að bjóða upp á fyrir leikmenn og viljum náttúrulega víkka þetta út til allra deilda í fótboltanum. Takk fyrir. 9 mínútur. Þetta var gert. Takk fyrir Birgir. Þá komið að Herði Axel Vilhjálmssoni sem einmitt ekki fótboltamaður, körfuboltamaður og kannski segja fyrrverandi körfuboltamaður og landsliðsmaður til margra ára. Hann ætlar að ræða eitthvað svona sjónarhól íþróttamannsins. Gjörðu svo vel. Þú ítir bara áfram þegar þú vilt fá skjáskotið. Góðan daginn. Ég var beðinn að koma aðeins öðruvísi sín á veðmál. Það var þannig að ég var að spila í úrslitakeppni núna bara fyrir viku síðan sem var minn síðasti leikur. En fyrir þá spila ég á móti Njarðvík í 8 úrslitum á móti á Íslandsmóti og við unnum leikinn, hann hefur komist áfram og svo erum við að fagna og förum inn í klefa og svo þegar ég tek við síma minn sem maður gerir stundum þegar maður sestur inn í klefan þá er ég með skilaboð frá aðila sem ég þekkti ekki og skilaboðin voru svo hljóðandi. You fucking piece of worthless cock-sucking shit. I'll fucking smash your fucking face in. You get fouled shooting a 3 and you go 1 from 3. I missed out on my over because of both of you cock-sucking motherfucking teams decide to miss 6 fucking free throws the last 2 fucking minutes. You worthless fucking pricks. You fucking scumbag. Þessi skilaboð eru ein af þeim sem ég hef fengið í gegnum tíðina og ég fengið svolítið mikið af þessu og bara í gær þegar ég vissi að þessu erindi og var búinn að tala þetta
þá fór ég að skrolla bara síma mér bara hvort ég ætti eitthvað sem ég hefði screenshot óvart og þá fann ég aðeins svona aggressívari skilabóð heldur en þessi og þar sem voru að tala sendandi sem talar að hann vilji og voni að kona mín degi eftir jafnmarga daga og því mörg skot sem ég klikka í leiknum sem að umræðir. Og svo talar hann að líka að foreldrar mínir vonandi snúa sér í gröfina eftir framistöðu mína í kvöld. Þannig að þetta greinilega ekki maður sem þekkir mig að því að báðir foreldrar mínir á lífi. Og svo eftir að ég vissi að þetta tala í kvöld, þá fór ég aðeins með inn í klefun og spurði strákana hvort einhver af þeim væri með svona skilaboð líka. Og enginn af þeim sagðist að fengi skilaboð nema eftir á, þá kemur einn af mínu liðsfélögum og byrjar að tala að hann hafi fengið í gegnum tíðina svolítið mikið á svona skilaboðum og í fyrra þá fekk hann skilaboð sem hann kallaður api og margt fleira í rasískum tónum. Hann þess að dökkur á hörund. Hon var misboðið, þannig að hann fer til lögreglu og spyr hvort að eitthvað sé hægt að gera. En í rauninni gat lögreglan ekki hjálpa hann neitt af því að þetta voru skilaboð frá prófíl sem búin til og í rauninni þakka hann bara fyrir komuna. Sko, íþróttamenn keppa í hita leiksins gerist ýmislegt og yfirleitt eftir leikina þá lætur maður kjört liggja og allur skíturinn sem gerist í leiknum, hann þrífst með búning. Þannig að þá bara í næsta leik er bara clean sheet fyrir alla. En það er engin íþróttamaður skráð sig fyrir því að vera skotmark eða ábyrgðarmaður í fjárhagslegum árangri andlitsins manna út í heimi. Fyrir mig hefur þetta ekki haft áhrif. Engin áhrif á mig. Ég yfirleitt eins og ég bara þegar ég las þetta upp á hann, hló eiginlega svolítið aðeins og ítur svolítið frá mér. En það sem og ástæðan af hverju ég tala hérna í dag er eiginlega meira ef ég hef verið að fá þetta sem 15-16 ára óhjarnaður úlingur sem veit ekki hvernig á að taka svona skilaboðum. Og það er þekkt að það er verið að betta á yngjaflokka og það er þekkt líka að þessi skilaboð eru að berast til krakka í rauninni. Íþróttir snúast ekki þetta. Þau eiga vera í umhverfi sem er uppbyggjandi og hvetjandi. Þess vegna held ég að þetta sé mjög gott og verðugt málefni til að tala og ég er mjög þakklátur fyrir þetta hérna í dag. Takk fyrir. Takk, kærlega Hörður. Þetta er náttúrulega sláandi, ég held ég bara að loka þessu. En þetta er búið að ganga rosa vel með tíman, þeir eru búin að vera þetta alveg gríðarlega vel. Það er bara komið að Ingvari Sverri sem ætlar að ljúka þessu. Hann er einhvers staðar hér, ekki satt? Jú, þarna ertu. Framkvæmdastjóri IBR, hann við ætlum bara að fá hann hingað upp til að slíta þessu og fara hans svona yfir loka hnykkinn og hann takkar svo fyrir. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri? Nei, þetta er alltaf tröfla mikið neitt. Ég tók nokkra punkta. Ég ætla nú reyndar að byrja á því áður en ég segi nú fundarstjóri, en maður er í raun algjörlega sleginn eftir að hafa hlustað á þetta síðasta erindi. Hörður var nú búinn að segja mér aðeins af þessu, en þetta er auðvitað háalvarlegt mál. Að við sitjum uppi með það að það sé verið að hafa áhrif á íþróttafólki okkar með þessum hætti. Og við sem erum í forystu í íþróttarhreyfingunni, við vitum varla af þessu. Þjálfararnir vita varla af þessu, af því þetta er inn í klefunum og það er þar sem þetta er að gera þegar það er verið að reyna að trufla og hafa áhrif á íþróttafólki okkar sem við raunverulega trúum að sé að keppa til árangurs. Og við getum séð hvaða áhrif svona hefur. Við sjáum bara neikvæð fjölmiðlaumfjöllun til dæmis í Bretlandi, hvað hún hefur haft geysilega vond áhrif á stundum besta knattspyrnulið
Englands sem á að vinna titla nær aldrei að vinna neina titla af því að ungir menn í því landi, þeir ráðu ekki við álagið sem af þessu hlýst. Og nú þetta komið inn á samfélagsmiðlana og nú þetta farið að hafa áhrif beint inn á einstaklingana. Og við vitum að það er ekki gott. Ég afskaplega þakklátur fyrir það að íþróttahreyfingin sé saman komin hérna til þess að ræða þessi mál. Því að þetta eru, og setja þessi mál á dagskrá, því að þetta eru alvarleg mál sem við erum að horfast í augu við. Við höfum lengi talað það að við þurfum að bregðast við þessu, við höfum talað hvað mikil fjármunir að fara úr landi og þetta eru allt geysilega mikilvægir þættir, en það kannski líka gott að við séum komin hérna saman til þess að ræða hvaða áhrif þetta að hafa á okkur. Daniel talaði að þessar rannsóknir sem hafa verið gerðar varðandi spilahegðun, að við sjáum það eiginlega sláandi þegar maður tekur þessu tölur niður að 15-50% af tekjunum að koma frá þetta litlum hluta spilara sem veikast í hópurinn, þeir sem eru orðnir fíklar. Og hvað gerum við þá til að auka tekjurnar ef við værum að reka svona fyrirtæki? Við hljótum að stækka þann hóp, ekki? Við viljum fleiri fíkla til þess að auka tekjurnar okkar. Það hlýtur að vera leiðin. Og þetta er háalvarlegt mál. Þegar við sjáum svo, og við sjáum að það gerast. Bolli fór rosalega vel yfir markasetninguna sem ungir karlmenn verða fyrir þegar þeir að fara undirbúa sig fyrir að horfa á knattspyrnuleiki eða aðra boltaleiki, sérstaklega auðvitað knattspyrnuleiki, þess vegna kannski svolítið mikið talað það, en það ekki bara knattspyrnan. Að þessi beint algjörlega inn á unga karlmenn, inn á hópinn, og áhrifavaldar eru búnir að normalisera það að sé eðlilegt að við séum að veðja. Og við verðum samt sem að vera að muna það að taka við greiðslu fyrir ólöglega starfsemi í eðli sínu peningaþvætti. Þannig að þetta er ábyrgðarhluti sem áhrifavaldar á Íslandi ættu að hugsa aðeins áður en að þeir taka við þessum skjótfenga gróða, þessum stundargróða sem það að vera fulltrúi þessara fyrirtækja. En við sjáum líka að þetta hefur ekki bara áhrif hefur áhrif á hóp ungra karlmenn sem við mestar áhyggjur af og við erum að tala þennan hóp. Heldur hefur þessi markasetning áhrif á mun yngri hóp og það svolítið merkilegt að hafa hlustað hér á Sveinbjörn frá Íslandsbanka að segja okkur hvernig bankinn taldi sig knúinn til þess að bregðast við og loka fyrir aðgengi barna yngri en 18 ára af því að setja peningana sína inn í þessar veðmálasíður, af því að þetta hefur aukist, 5-falt á einu ári, veltan, í einum banka. Og þetta hjá krökkum undir 18 ára. Ég ætla að segja ykkur litla sögu. Ég sagði syni mínum sem 20 ára og mikill boltamaður, elskar þetta að tala stöðugt þetta og í stuðningssveit í sínu liði. Ég sagði ég þekki til í Vestló, þau eru að loka á símanótkun í tímum vegna þess að krakkarnir eru farnir að veðja inni í skólastofunum. Og 16 til 18 ára dagur, sagði ég, þetta eru 16 til 18 ára krakkar. Pabbi, krakkarnir rétt og að veðja í tímum. Og þannig við sjáum að þetta komið niður í aldurinn 12 til 15 ára, þessi normalisering er svo svakaleg. Og eins og Bergþóra Kristín kom inn á, þá er þessi fíknivandi sem tilverður af þessu spilavandi, hann er ótrúlega falinn. Við sjáum hann ekki. Við sjáum það ekki, við getum séð miklu fyrr á börnunum okkar ef að þau hæru haldin áfengisfíkn eða annari fíkn. Það miklu líklegra að við getum fylgst með því og séð það. Þau þurfa að fara út úr húsi, þau þurfa að ná sér í efni eða eitthvað slíkt. En þessi vandi að aukast verulega og það er ekki fyrir en óefni komið að hægt að fara að taka á þessum málum. Og það áhyggjuefni og það rosalega mikilvægt og mér finnst svolítið gott að það eru góði punktar sem að komu einmitt fram í hennar fyrirlestri og ég held að við í íþróttahreyfingunni þurfum að vinna enn meira saman með þessum aðeilum að því hvernig við getum fyrr
brugðust við og fyrr gripið þennan hóp. En hvernig gerum við það? Takmarkað aðgengi, það skiptir klárlega máli. Viljum við loka alveg? Ég hef ekki alveg trú á því að það sé rétta leiðin vegna þess að finnur fólk sér aðra leið. Við getum boðið upp á ákveðna þjónustu og við erum að gera það í gegnum getrunir með takmörkuðu aðgengi. Og það skiptir miklu máli að við, og það sem getrunir að gera, það er að taka umræðin það, hverja reglurnar eigi að vera og hvernig við eigum að gera þetta í framtíðinni. Ég vil eitthvað segja að það er hvernig þau hafa nálgast, hvernig getur hafa nálgast ábyrga spilun sannarlega til eftirbreytni og það er líka bara mjög mikilvægt við höldum eins og ég talaði áðan, því samtali áfram til að tryggjast ábyrga spilun og þetta takmarkaða aðgengi. Því að það er hætt við því að algjört bann getur snúist í höndunum á okkur og því er kannski betra að við getum boðið upp á þetta með takmörkuðu aðgengi, geta fylgst betur með og geta gripið inn í þegar við sjáum að í óefni að stefna. Og svo komum við inn á hagræðing úrslita og Birgir Sverrisson fór vel yfir. Mér finnst þetta það er ótrúlega hættuleg leið sem við erum að fara sem íþróttahreyfing ef við erum að fara að missa það úr höndunum okkar að við getum ekki treyst leiknum eða treyst þeim leikjum sem við erum að horfa á, sem við erum að bjóða upp á. Íþróttahreyfingin á Íslandi er að bjóða í dag ungu fólki líklega best allra íþróttahreyfinga í heiminum. Ég leyfi mér að segja það að því að aðgengi og traust á íþróttum er hvergi meira en hér. Enda sjáum við það á því að í íþróttafélögum á Íslandi er iðkun ungra barna meiri en í langflestum þeim ríkjum sem við berum okkur saman við. Og við höfum og það er forvarnargildið sem felst í því, það er heilsufarslegt gildi sem felst í því og það er félagslegt, samfélagslegt gildi sem felst í því að við búum til sterkari og betri einstaklinga. Og þessu verðum við að venda. En við missum þetta frá okkur ef við lendum í því að við erum ef fólk hættir að treysta okkur og hættir að treysta úrslitunum sem að við erum við erum að bjóða upp á. Og það er mjög gott að fara að spyrja þessara spurningar í lokin. Hver ætlar að slökkva þennan eld? Hvernig ætlum við að gera þetta? Birgir Jóhannsson talaði hvað toppfótbolt er að fara að gera og ég verð nú að taka hatt mér ofan fyrir því. Mér finnst frábært að knattspyrnufélögin í landinu skuli taka það upp hjá sér að vilja fara í þá vegferð að fræða unga leikmenn að því það hvaða áhrif þetta hefur og hvaða sár svona getur skilið eftir, hvað þetta getur eyðilagt fyrir okkur einmitt leikinn. Og ég tel að það sé sannarlega mjög mikilvægt að góð samvinna skiptir þar máli og tek undir með Birgi að við eigum að vinna enn meira saman í því hvernig við getum. Þetta er ekki bara fyrir fótboltafélögin, þetta er á víðari grunni sem við eigum að gera þetta og það skiptir máli að við tölum einni röddu og vinnum þetta saman og ég trúi því að við munum gera það á næstu missurum. Nú og svo ég myndist nú á það henni byrjun að Hörður fór vel yfir það hvaða áhrif þetta er að hafa og ég vil bara spyrja hversu langt eigum við að leyfa þess að ganga. Þú veist, hvað viljum við að gerist áður en við bregðumst einhvern veginn við að íþróttafólki okkar sé að fá svona skilaboð til sín. Og við verðum átt okkur á því og það er svolítið góð punktur sem kom í herði. Hvernig hefði það verið að hann verið 15-16 ára að fá þetta? Þetta er að hafa áhrif, þetta hefur sannarlega áhrif á ungt fólk að fá svona til sín. Og jafnvel hótanir sem að við vitum að er erlendis. Það er stundum sagt að íslenskt samfélag sé 8 kannski til 10 árum á eftir öðrum þjóðum þegar kemur að því að taka upp ákveðna siði eða hegðun eða viðmið og ef það er rétt þá erum við kannski svona á fyrstu metrunum í þessum málum og sjáum að og getum kannski bara, er það bara gott fyrir okkur að vera stundum svona eftir á að því við getum brugðist við strax. Ef við horfum það hefur mikið verið rætt í samfélaginu að fara svokallað starfsleyfa leið og ég ætla nú að segja fyrir mig þá var ég þeirra skoðunar þangað til að ég fór að skoða þetta svona betur ofan í kjölinn og hef miklar áhyggjur af þeirri leið en ég ætla samt ekki að útiloka það sé eitthvað sem hægt er að ræða en ef við horfum á það sem að gerst hefur þegar að verið að fara þessa starfsleyfa leið að þá er Danmörk svona nærtækt dæmi. Við vitum að þetta er komið úr böndunum í Bandaríkjunum fyrir löngu síðan.
með dómi Hæstaréttar 2018 að gefa þetta allt saman frjálst og þegar ég segi frjálst þá þetta frjálst innan hvers ríkis fyrir sig, svo loka síðunum á milli ríkja, bara svo að það sé sagt, að þar þetta algjörlega komið úr alveg úr böndunum. En það gott að horfa til Danmerkur því við gerum það mikið hérna. Og þeir eru mjög stoltir af því við Daninir að hafa farið þessa leið og telja sem hafa mikil tök á þessu. Þeir eru reynda með yfir 100 mann sem starfa hjá dómsmálaráðuneytinu í því að loka vefsíðum, bara vitið af því. Að því leiðu við förum starfsleyfaleiðina, þá náttúrulega fá þeir sem fá starfsleyfi koma strax til yfirvalda og segja þið verða að loka á alla hina. Og það eru líklegast nokkuð 10.000 vefsíðina út í heiminn sem þyrfti þá að fara í að loka á. En látum það liggja milli hluta. Ég ætla bara að segja svona aðeins hvað það sem að við töluðum, það var talað við áhuga fólk spilafíkni vanda í Danmörku. Árið 2009 voru 40.000 spilafíklar í Danmörku. Allri. Og 7% þeirra voru undir 25 ára aldri. Í dag eru 500.000 spilafíklar í Danmörku. Rétt tæplega. Og 48% þeirra undir 25 ára aldri. Og þetta engin venjuleg breyting. Og ef við erum 10 árum á eftir, þá vitum við bara hvert við erum að fara í þessum málum. Þetta eru sláandi tölur. Og við verðum líka að muna það að íþróttaveðmálin á þessum síðum eru notuð til að lokka fólk inn á síðurnar. Þar bíða svo tilboðin. Þetta eru hátækni fyrirtæki sem vita hvenar strákarnir okkar eru vakandi, hvenar þeir eru inn á þessum síðum. Þeir vita nákvæmlega hvað það sem þeir þurfa. Tilboðin bíða eftir þeim inn á þessum síðum. Það sjáum við foreldrarnir ekki og getum ekki fylgst með því. Og þar bara einn smellur yfir í spilavítin. Og þá erum við komin inn í bara kasínó. Þar getur við verið í póker, blackjack, rúllettu, spilakossum og hverju svo sem Og þarna tækifærið, leið og ungu fólki komið inn á þessa síðu, þá tækifærið til þess að ná þeim með þessari aggressífu markasetningu, sérstaklega þar inni, því að það sjáum við ekki. Það ekki auglýsingar á samfélagsmiðlum eða neitt slíkt. Og þess vegna þurfum við að spyrja okkur, að ef við ætlum að fara starfsleyfisleiðina, að þá fljótum við, ef við væri nú stjórnmálamaður í landinu, þá þyrfti maður að spyrja sig þessu spurningar. Ætlum við að banna spilavítin í starfsleyfisleiðinni? Eða ætlum við að leyfa spilavíti á Íslandi? Það bara sér umræðin sem þarf að taka, alveg sérstaklega. Og af hverju gerum við það þá ekki bara físískt einhvers staðar og leyfum þetta þannig og ákveðum svo hvernig ágóðin af því fer, eins og Svíar hafa gert. Eða ætlum við að segja við þær vefsíður sem fá starfsleyfi þið megið ekki vera með spilavíti inn á okkur síðan, eins og til dæmis Getrunir eru með, þeir eru ekki með spilavíti inn á sínu síðan. Ég ekki viss að margir myndu vilja það. Og það bara mér finnst þetta að vera mikilvæg spurning sem við þurfum þá að spyrja okkur ef við ætlum að fara niður þessa leið. Það okkur íþróttahreyfingunni hjartansmál að íþróttir séu stundar heilindum og við stöndum vörð gildi á borðið heilsu, virðingu, liðseild, sanngirni og pressa frá veðmálanotendum varpa skugga á þetta starf. Og það áhyggjuefni. En að lokum, ég ætla ekki að vera of langur, en hvað þá næst? Hvernig ætlum við að bregðast við þessu? Þessi fundur hér, ég ætla aftur að taka það, ég þakka fyrir þennan fund, þakka fyrir hversu góð mæting og þessi áhugaverðu fyrirlestra þá stöðu sem við erum í. Íþróttaþing framundan, við munum, þar tillaga þessi mál, þar sem að íþróttaþing getur þá sameiginlega komið að því að ræða það hvernig við getum mögulega ráðist í aðgerðir. En íþróttarhreyfingin gegnir ábyrgðar hlutverki í samfélaginu og okkur ber að láta í okkur heyra ef við sjáum að í óefni stefnir í einhverjum málaflokkum. Það okkar samfélagslega skylda og það það sem við erum að gera núna í dag. Og við eigum að kalla fast eftir því að stjórnvöld bregðist við og taki fast á þessum málum og passa upp á að vinnum áfram þá með takmarkað aðgengi að spilun og virðum mikilvægi þess að vera ábyrg og ekki fíkni hvetjandi. Það okkar ábyrgð núna. Við höfum tækifæri, klárlega, að mínu mati, til að bregðast við, en tækifærið núna, ekki seinna. Takk fyrir.
Já, þú áttir að segja að þetta væri búið en þetta sem sagt búið í bili og það voru ennþá einhverja veitingar hérna frammi og kaffi og svona en það gefst kannski smá tími bara fyrir spjall hérna og svo bara aldrei vita hvað gerist. Takk, kærlega.